Góða kvöldið og bara gaman að vera komin til Grímseyjar. Hinrik, þú ert einn af skipulöndum hátíðarinnar. Hvað geturðu sagt okkur hátíðina? Vá, það er stórt spurt, sko. Við erum að gera þetta í annað skipti núna, High on Life Festival. Þetta var svona hugmynd, við erum búin að koma inn í nokkur ár, bæði bara í svona smá ferðalag með fólk og sýna þeim eyjuna og svo heldum við tónleika líka og bara tókst bara svo vel og eyjar skeggjar ánægðir með og allir og gaman að skoða eyjuna og ákveðum bara að setja þetta á næsta level og ég er að blaðra alltaf mikið. Nei, þetta er bara frábært sko. Bara endilega blaðra eins mikið og vilt. Það er bara frábært sko. Já, svona, ég veit það ekki. Ég veit ekki svona á hverju ég er að þessu, sko. Þetta er bara, maður er já. Bara einhver ástríða fyrir þessu og bara... En sko, kannski svona helsta hjá mér er bara að mér finnst svo skrítið að fólk veit ekki Grímseyjar. Þú veist, ég bý á Akureyri og þetta er tæknilega að segja sko hverfi af Akureyri, sko. Og fólk bara hefur ekki komið hingað. Og ég bjó líka í Tælandi, ég var skiptinemi þar. Ég hitti oftar fólk sem hefur komið til Tælands, heldur Grímseyjar. Og þetta er bara svo geggjað staður, sérstaklega og kemur í góðu veðri og bara svona kynnist aðeins lókalnum sem ég leyfi mér að sletta og skoðar eyjuna og tekur kannski siglingu í kringum hana. Þetta er geðveikur staður. Ég var sjálfur búinn að ferðast alveg rosalega mikið, alveg frá því ég var 17 ára og þá til ég var 26. Búinn að fara á allar heimsálfur og búinn að búa 3 ár í Asíu og svo kom ég hérna aftur og bara sá þessa eyju og bara vá hvað þetta er furðulegur staður. Þú veist, þetta er svo lítil eyja, svo langt í burtu frá meginlandinu, svona 3 sinnum lengra en Vestmannaeyjar frá landi og miklu minni, miklu meira fuglalíf og ég áttaði mig bara svona á því að þú veist, þetta er eiginlega furðulegasti staður sem ég komið á og ég var alinn upp hérna, sko, sem er kannski plot twistið og mér langar bara að sýna fólki að segja. Þetta lét mig hugsa, sko, þetta er eiginlega tvennt í þessu. Það er annars vegar, sko, bara ég og vinir mínir sem eru allir tónlistarmenn, bara okkur langar að gera eitthvað saman, skilurðu, og þetta er ógeðslega gaman að gera þetta. Okkur langar að kynna Grímseyjar fyrir fleirum og svo bara þarf svo lítið til að gera eitthvað hérna sem bara svona aðeins lífgar upp á mannlífið. Er það ekki Svavar? Já, akkurat. Svavar, hann hefur eiginlega allt í öllu hérna. Okay. Hann tekur alveg þetta. Það er svo lítið til að gera eitthvað hérna. Við erum ekki sjálfur sér ekkert að gera mikið hérna. Við erum bara að koma með smá tónleika og labba í kringum eyjuna og kveikja varðeld og þó að sé ekki nema bara að fólk hafi eitthvað að horfa út gluggann og sjá eitthvað furðufugl sem er í ponchói með skrýtna húfu, sko. Geti hugsað það seinna um vetur. Fólk labba um eyjuna, þetta bara gefur okkur helling, sko. Já, það þarf ekki mikið, sko. Já, það er geggjur pæling. Það þarf náttúrulega að taka 3 tíma sjóferð til að koma hérna. Já. Hvernig lagði sú sjóferð í þig? Sko, ég var á sjó í 2 sumur, ég ældi allan tíman. Og það er einn elsti aflakóngurinn í Grímsey, hann er, hvað er hann Gylfi pabbi hennar gamall? 76. Já, 76 ára, einn svona helsti útgerðarmaðurinn í Grímsey og hann er nýhættur að æla þegar hann fer á sjó. Búinn að vera á ísi yfir 50 ár, sko, þannig að þetta fylgir svo bara. Ég var á sjó í 35 ára og ég er ennþá fyrir, sko. Já. Men það er fullt af sjómönnum sem finna fyrir sjóveiki, sko, en þessi ferja, ég skal alveg viðurkenna það, hún er svolítið slæm, sko. Sérstaklega í svona veðri eins og er í dag. En þetta er bara þessi virðið þegar þú kemur. Hugmyndin að hafa þetta áfengis- og vímuefnalausa hátíð, hvaðan er það sprottið? Það er bara í rauninni, sko, ég og vinir mínir, við erum ekki að drekka þegar við erum að skemmta okkur og við finnst það ekki þurfa og bara, mér fannst þetta, þú veist, mér er alveg saman hvað fólk er að gera, sko, öllu jafna. En mér finnst alveg hægt að gera eina svona hátíð sem er ekkert, snýst ekki fyllir í eitthvað þannig. Og mér finnst líka svona persónulega að maður verður bara svona pínu hæ á því að vera hérna á eyjunni. Þetta er svo klikku sterk náttúra að það er svona kannski pínu driffjörn aftur bara, þess þarf ekki.
En ekki það sko að við erum með tónleika á veitingastafnum morgun og þar fólk alveg að fá sér 2 bjóra og það bara allt í lagi. Já. Því að hóflega drukkið vín gleður mannsins hjarta, eins og allir vita sko. En þetta ekkert eitthvað svona, við erum ekki að promóta eitthvað bindindis lífstíl eða eitthvað þannig. Þetta bara, þú veist, þessa einu helgi skilur að bara, það þess ekki sko. Já, glæsilegt. Hver myndirðu segja væri svona hápunktur hátíðarinnar? Ég myndi segja að væru tónleikarnir annað kvöld sem við erum með á Kríunni. Þá, það bara, þá kom einhvern veginn allir á eyjunni og tónleikarnir í fyrra, við fundum alveg svona, við fannst svo sterkt fyrir hvað fólk kunni bara meta að við komum. Og það var svona, gaf okkur mjög mikið, sko. Þannig að þetta hátíð fyrir rauninni íbúa eyjarinnar og aðkomu fólk líka. Þetta jafn mikil hátíð fyrir báða aðila. Já, eins og ég segi, þú veist, þó að fólki í einu sem náttúrulega margir eru kannski komnir aðeins á efri áru og ekkert að fara eitthvað að skrölda niður í fjöru og eitthvað horfa okkur til varðeldi eitthvað, en þú veist, það er samt gaman og býrðina bara að sjá eitthvað fólk, nýtt fólk í inni og fylgjast með því og þannig að þetta klálega fyrir fólk í inni því að við erum bara aðeins að auðga mannlífið en engar síður sko þetta fyrst og fremst til að kynna fólk fyrir Grímsey sko. Það kannski svona stærsti, því að mér verkja bara í hjartað sko bara hvað fáir Íslendingar þekkja Grímsey sko, því að fyrir mér þá þetta bara svona demanturinn í kórónunni á Íslandi sko, það Grímsey sko. Það geggjað sko. Þá ætlum ég bara að þakka þér kærlega fyrir og við munum njóta restina af hátíðinni hér. Geggjað. Takk kærlega. Takk.